869 þar sem kúla A, kúla B og kúla C eru að nálgast miðjuna 0,0 á núningslausu loftborði. Við vitum hraðan á A og B fyrir, við vitum ekki hraðan á C fyrir, en við vitum það eftir að þeir klassast á að þá er festa sér saman, þetta þýðir að við fáum ófjaðrandi árekstur og þá er hraðinn á þeim sameiginlegur 0,50 metrar á sekundu til hægri eftir x í þess átt hérna. Þannig að við vitum það að því að við erum með ófjarandi að við erum með P fyrir er jafnt og P eftir, en þar sem við erum með x og y stefnur að þá þurfum við að vanda aðeins hjá okkur þurfum að vanda aðeins hjá okkur það því við erum með x og y stefnur, þannig að við vitum það að px fyrir er jafnt og px eftir og við vitum það líka að pi fyrir er jafnt og pi eftir. Alltaf næ. Þegar við vitum það að þegar þeir klassa saman að þá leggjast massarnir saman, það sé MA plus MB plus MC og ef við leggjum þá saman fáum við cirka 0,1 kíló. Það er það sem við vitum og við vitum það að við þurfum að vara okkur á formerkjum þegar við erum að fara að setja inn vaff B og vaff A. Við skulum útskýra það bara í leiðinni. Við vitum það að þegar við erum með PX fyrir og PX eftir, við skulum bara klára það fyrst, þá vitum við það að við erum með MA plus MA sinnum vaff B vaff A X vaff A X plus MB sinnum vaff BX plus MC sinnum vaff CX. Þá verðum við það sem við erum með, við ætlum að kalla þetta bara M, stóra M, eða stóra M, lítið M. Það kallum við þetta stóra M. Þá er þetta stóra M sinnum vaff X. Við vitum vaff X, en við vitum að vaff X eftir á er 0,5, plus 0,5 metrar á sekundu. Við vitum það að vaff í að það er 0, þess að það er ekkert að fara niður. Og við ætlum að einangra vaff CX út úr þessu, þannig að við erum með þá MC vaff CX er jafnt og stóra M vaff X mínus MA vaff AX mínus MB sinnum vaff BX og við ætlum að deila í gegn með MC, því við ætlum að einangra vaff CX, þannig að við fáum að vaff CX er jafnt og stóra M vaff X mínus MA vaff AX mínus MB sinnum vaff BX deilt með MC. Ok, nú ætlum við að setja inn fyrir þetta. Nú vitum við það að vaff CX er þá jafnt og við vitum að stóra M er 0,1, vaff X er 0,5 og MA er 0,02 sinnum vaff AX og nú ætlum við að passa okkur með vaff AX að hann er að fara í áttina 0,0, þannig að
það þýðir að hann er mínus 1,5 og við ætlum að draga frá MB sem er 0,03 sinnum VB sem er hérna við ætlum að taka hann er að fara í áttina að hérna 0,0 VB og við vitum það að hann er að fara í áttin, hann er að fara öfuformið þannig að x-ið er negatíft. Þannig við getum skrifað mínus kósínusinn. Við getum skrifað hérna sinnum 0,5 sinnum mínus kósínusinn af 60 minnum ekki hérna, 60. Allt þetta hérna ætlum við að deila með massanum C sem er 0,05 kíló og við ætlum að slá þessu inn. Við fáum að VAF-CX sem 1,75 metra á sekundu. Þannig að árum við komum með fyrir x-ið, nú ætlum við að taka fyrir y-ið. Það er aðeins einfaldara reyndar vegna þess að þegar við horfum á hvernig VAF-I er, þá er hann 0 að því við vitum það að MA VAF-AI plus MB VAF-BI plus MC VAF-CI er jafnt og stóra M, allir massarnir fastir saman sinnum VAF-AI, þar sem að við vitum að VAF-I er jafnt og 0, þannig að þetta dettur út. Og ef við horfum á hraðan VAF-AI, við sjáum bara VAF-AX er mínus 1,5 og við vitum að VAF-AI er 0, því hann er bara að fara í þess átt hérna, þessi hér. Þannig að við getum strókað þetta út líka. Og þá erum við með eftir MB VAF-BI plus MC VAF-CI. Þetta er jafnt á 0. Þannig að við færum þetta til aðeins. Skrifa hjá okkur að VAF-CX sé jafnt á 1,75 metra á sekundu og hérna stróka þetta út til að fá pláss. Þannig að við fáum að VAF-BI, færum við bara, þetta er MC, mínus MC VAF-CI, nei, við ætlum að taka, við ætlum ekki einangra, við ætlum að einangra VAF-CI, ætla að segja, þannig að VAF-CI er jafnt og mínus MB VAF-BI deilt með MC. Þetta er þá jafnt og mínus, hvað er MB? MB var 0,03. VAF-BY, hann er að fara, það er kannski aðeins að fá mér að pláss einhvers staðar hérna, já. Þannig að hérna ég var með að VAF-CI væri jafnt og mínus MB VAF-BI deilt með MC, þannig að mínus MB sem var 0,03 sinnum VAF-BI sem er 0,5 sinnum, við vitum við erum að fara niður, þannig að við erum með mínus I. Þannig að við erum með mínus sinusinn af 60 hérna deilt með MC og MC okkar er 0,05
og við sláum þess inn, þá fáum við sirka að vafsí sé sirka mínus 0,2598 sem 6 metrar á sekundu hérna 26 og þess að finna heildarhraðan við erum ekki alveg búin að við erum bara búin að finna þættin á honum þá þurfum við að setja þetta inn í Pythagoras þess að finna heildarhraðan á sem sagt vafsé þannig að vafsé sem sagt fyrir rótin af vafsé x í öðru pluss vafsé í öðru sem jafnt og rótin af 1,75 í öðru pluss 0,26 í öðru, við þurfum ekki að setja mínusin yfir hann dettur út. Þetta á að vera cirka 1,77 metrar á sekundu og ef við reiknum orkutapið skiptir engu máli hvað áttir við erum með skiptandri máli í þessum orkureikningum, við erum bara með einhverja hreyfi orku og við erum þá með delta K sem jafnt og K eftir mínus K fyrir og það sem við vorum með hálfur MA sinnum vaffa í öðru pluss við ætlum að taka hann eftir á þannig við erum með hálfan heildarmassan sinnum vaff í öðru vafflokkin í öðru mínus hálfan MA sinnum vaff A í öðru mínus hálfur MB sinnum vaff B í öðru mínus hálfur MC vaff C í öðru og ef við setjum þetta inn í að skrifa hérna hjá okkur að vaff C sem við fundum væri 1,77 metrar á sekundu þannig að þá er ég með delta K sem jafnt og hálfan sinnum 0,1 sem massin að öllum sinnum hraðinn eftir á sem 0,5 í öðru mínus hálfur massin A sem 0,02 sinnum 1,5 í öðru mínus hálfur B sem 0,03 sinnum hraðinn á B var 0,5 í öðru og við ætlum að draga hálfan sinnum 0,05 sinnum 1,77 í öðru og ef við sláum þessu inn þá fáum við cirka mínus
fáum við cirka mínus 0,113 joule og þá er þetta dæmi búið.